Þá er það vist eitthvað sem að þarf að gera í þessum viðtölum, það er að taka strákana líka og hér er nú ekki reyndar ekki með einna lagaratæginu, Reynir Örn Pálmason til hamingju með landsliðssætið. Takk fyrir það. Þú ert að fara núna í tölt og þú ert að fara með Tón frá Melkoti, er það ekki? Stemmir, tölt og fjórgang. Tölt og fjórgang, ok. Það er hestur sem er nú með reynslu og hann er að fara hérna heiman, eða ekki? Hann er hérna. Jú, hann er hérna heima og fer út hann bara á sunnudaginn eftir Íslandsmót. Og flýgur til Belgíu og verður sótt og þar og kerður bara beint á mótstað. Þannig að svolítið ferðalag á honum. Er hann að fara að taka þátt í Íslandsmótinu? Nei. En hann tók þátt í landsmóti núna á Hellu og hann tók þátt í landsmóti 2012 líka með annan knappa. Já. Þannig að þetta er nú reynslu mikill hestur. Já, hann er alveg sjóaður þessi hestur. Hann vann ungmennaflokkin með knappan sinn fyrirverandi, Kára Steinsson. Og núverandi eigandi svona er Margareta Hof og Alexandra Montan var að keppa honum á landsmótinu og gekk bara vel, var bæði í B-flokki og í tölti. Og svo fer ég með hann á Norrlandamóti. Hvað þarf maður að gera í þessari hestabransa, bæði til að komast í landslið og fá svona hest? Er það bara því þú ert svo rosalegu knappi? Hvað er málið? Af hverju þú? Nei, þetta snýst náttúrulega bara að eiga aðeins pening svona geta keypt sér hest og síðan þekki ég strákan í landsliðsendinni. Eysteinn og Tóta. Aðeins að borga framhjá. Já, við Palli erum líka ágætt félagar og já, þetta snýst náttúrulega bara það. Það er náttúrulega nýr landsliðs Einvaldur. Hann er að koma sterkur inn á þessum fundi. Já, hann er öflugur svona, hann er svona öðru vísi, styttri aðeins og samt breiðari en flottur. Styttri og breiðari. Já, það getur verið kostur, en það er náttúrulega fylgja nýju siði nýju mönnum og hann ætlar að taka þetta föstum tökum og er að þjappa liðinu saman inni. Þannig ég ætla að leipa þér í bæði jakkamátun og að spjalla við Palla. Til hamingju með þetta og takk fyrir. Takk fyrir það. Þá grípum við fleiri fjallmyndarlega knapa hér í Laugardalum og sem er að fara á Norðurlandamót. Arnar Bjarki, velkomin í landslið, enn eina ferðin enn. Takk fyrir það. Sko, ef við byrjum bara áður en við förum þú ert búin að vera úti á Agnari, ég veit svona aðeins söguna núna, við erum aðeins að fara í það, en þú ert að fara með sama hest og þú varst með á síðasta móti, heimsmeistaramóti. Já, Arnar frá Blesastöðum sem ég keppt á í 5 gangi ungmennaflokk á seinasta heimsmeistaramóti, eins og segir. Og já, það er bara stefnan að reyna að gera gott núna á Norðurlandamóti. Á að klára þetta bara núna, segja þessum gæjum að þeir geti hætt í hestamennsku. Já, verður maður ekki að gera það? Jú, það verður að koma svolítið kokki inn í þetta, ég meina, þetta er skemmtilegt. En hvernig var úti? Hvernig var þið voru vantilega að þjálfa og gera og mennir á hlaupum frá landsmóti og svo er Íslandsmót og það er alltaf gerast. Hvernig var úti? Herru, þetta var alveg virkilega skemmtilegt. Við vorum á danska meistaramótinu og bara gekk nokkuð vel. Smá bras í 5 gangnum hjá mér en gekk vel í gængskeiðinu. Agnar stóð sér náttúrulega frábærlega með í 5 gang og hann var reyndar ekki slagtumtöldlega í gængskeið en stóð sér rosalega vel í 5 gangnum. Hann er að fara með hann núna á Norðurlandamótið fyrir okkar hönd. Hvernig í hvaða standi er allur frá Lundum? Hann er bara í toppstandi, virkilega góður, bara, já, frábær öllum gangtegundum. Er Jakob búinn að vera að ringja eitthvað í hann og hvísla einhverju leinu orð á honum? Ekki svo ég veit, sko, en það getur vel verið. Það heldur að sé ekki svona, þú veist, eitthvað smá svona quiz. Jú, alveg örugglega. Þannig að þér líst vel á knappan á, þér náttúrulega stóðu sér vel þessi testin og knappan og Agnar náttúrulega toppar einhver þannig við vonum að klúri því ekki. En það er saman með þig, ef þú klúrar þessu, þá skallaði þig. Nei, nú er þetta tjóka. Rólegur, þér er svo æstur. Takk fyrir og til hamingju með að vera komin í landslið. Aftur. Takk fyrir.